Já, velkomin á Frelsi TV. Ég ætla að fjalla í dag Salem. Ekki sígaretturnar, heldur lítið samfélag í Bandaríkjunum sem var kallað Salem. Og Salem lenti mjög illa út úr þessum nornaveiðum. Og og þar var fólk hengt og brennt og allur pakkinn í gangi. Og Salem svona lítið kannski tilraunabúr, eða þið vitið að það alltaf verið að gera svona atferlis kannanir á fólki með músum. Það verið að skoða hvernig músir eða hvernig mýs athafna sig, og af því eru dregnar einhverjar vísindalegar niðurstöður. Og fyrir elitumafíunni þá svona fyrirbæri eins og Salem bara lítið rannsóknarverkefni. Hérna í Salem reynir á svona flest það sem í gangi í dag bara til dæmis. Og Salem, takið eftir, flestir halda, já, þetta var bara eitthvað svona trúarlegt, þetta var Biblían og þetta var eitthvað svona trúarlegt dæmi. En hins vegar það þá alveg ótrúleg tilviljun að allt fólkið, 80-90% af fólkinu sem hafa lent í þessu, að það var fólk sem átti eignir sem að lokal elitumafían ásældist. Og það merkilegt sem kemur fram einmitt í einni heimildamyndinni, að þetta voru einhverja stelpuálkir sem byrjuðu með einhverja stæla eða einhverja hegðun, og það var dýrkað upp í nornaveiðar þangað til að fólk var brennt og hengt, og ég held að það nú verið hengdir þannig í Salem, en annars staðar var fólk brennt. Að þessi barnatiktúrur eða tiktúrur þessara barna voru notuð til þess að magna upp heila nornaveiða vertíð. Og það svolítið merkilegt að skoða þetta í samhengi við nútímann. Það þetta með guðlast, að sko í Salem þá var fólk sakað að vera nornir eða vitskraft eða kallkynsnornir, ég man ekki hvað það heita, vorlokar eða eitthvað svoleiðis. Og þetta var aldrei viðganga, síðan voru sett upp réttarhöld og dómstólar og utanaðkomandi sérfræðingar voru fengnir inn í málið, og það var allt gert, sko. Svona eins og á Íslandi. Það á Íslandi reyndar ekki komnar svona físiskar hengingar og aftökur, nema náttúrulega það búið að taka einn Íslendingalífi í svona vitleysu, og við þetta sjá mjög mikið af því áfram. En punkturinn sem ég reyna að koma að að þetta var látið viðgangast, og meðan var að vera hreins upp eignir sem elitumafían ásældist. Síðan var ein kona ákærð að vera norn, fólki, þannig að þessi hópur, það myndast alltaf einhver hópur sem að sturlast, sko. Þetta það verið að spila á almenning, sko. Allt þetta fólk sem að, sko, það fólki sem að drepa annað fólk, sitt eigið fólk, sko. Og elitumafían situr á árandapöllunum og hlær, sko. Og þetta ákveðin vísindagrein orðin sem stunduð í Rand Corporation og Fabian Society. Þeir taka þetta sem vísindagrein að etja fólki saman og fá það til þess að brenna hvort annað, og svo sitja þeir og klappa á árandapöllunum. En það sem svo merkilegt, það var kona, þetta var viðgangast alveg upp allan þjóðfélagsstigann, það var komið að einni konu sem var gift inn í elitumafíunni, þeir sem voru að hreinsa upp eignir á svæðinu. Og hún var sökuð, já, hún norn, hópurinn af fólki, eða líðurinn fór að hrópa þessi kona norn, og það var bara sagt, nei, hún ekki norn.
og þá bara stoppaði þetta ferli og málið dautt. Það var engin fleiri dæmdi fyrir að vera nornir. Þannig að þetta var látið viðgangast og þarna var mikið notað svona fyrir bara eins og guðlast og þetta byrjar alltaf á því að vaðast inn í málfarið og þar förum við til dæmis alveg inn í Babylon tíman þar sem að Guð eða elitumafían ruglaði máli manna þegar þau gátu ekki að tala saman og þá hrundi Babylon. Þannig að Babylon tilraun mannkyns til að byggja upp sitt fíneri. Og þannig að guðlast notað alveg hægri vinstri og í dag sjáum við gríðarlega mikið á svona guðlast orðum í umferð. Núna erum við síðast vorum við undir valdi rómversku kirkjunnar og fólk hefur það verið að vinna í því að aðskilja ríki og kirkju, en núna erum við undir valdi darwinismans og háskólakirkjunar og það er spurning hvort það sé ekki komin tími til þess að aðskilja það á háskóla og ríki. En það stanslaust verið að búa til tveir menn verið dæmdi fyrir guðlast. Það er alltaf verið að búa til eitthvað guðlast orð og eitt af því þið sjá að kemur mikið upp í umræðunum Gaza til dæmis að þar allir sem að kritisera þjóðarmorðin og stríðsglæpin á Gaza eru kallaðir gyðingahatarar. Flestir hata stríðsglæpi og þjóðarmorð og barnamorð. Það hefur ekkert með skoðun þeirra á gyðingum að gera. En hins vegar hef ég verið að skoða hvernig gettóin kristallast og þá í það sem að gyðingunum átt að hafa verið slátrað og kemur í ljós við nánari skoðun að þeir voru nú mest að slátra hver öðrum að gyðingar kölluðu aðra gyðinga Júden rat. Það var það sem að gyðingar kölluðu aðra gyðinga. Þannig að hugsanlega þegar við erum að tala um gyðinga þá þurfum við að nota orðið Júdenrat því það er það sem þeir kalla hver annan. Þetta er bara svona kenning, eflaust er þetta guðlast sem ég er að segja núna, ég veist ekki um það. En þið sjáu, það er alltaf búið til eitthvað svona hugtök og það er bara það er munið í biblíunum, það er eitthvað að tala um að Satan frammi jörðina og hann er að leita að svona tækifærum og Rand Corporation og Fabian Society eru bara risa þjóðfélagsverkfræði fyrirtæki sem að leita þramma jörðina og leita að svona guðlasts tilfellum og næsta við erum núna inn í þessum darwinisma, rasisma gyðingahatur öllu þessu orðfæri kvenréttindi, feminista þetta er allt svona orðstjórnkerfi sem að hefur sama grunn og guðlast þetta er sama aðferðafræðin. Þetta er eins og það ef ég læra að byggja hús þá þýðir það ekki að ég geti bara byggt bílskúra, það þýðir að ég kann að byggja alls konar hús og sama með þetta guðlast, þessa aðferðafræði við að fá fólk til þess að fara að öskra á hvort annað og drepa hvort annað og brenna hvort annað, það er ákveðin verkfræði, þjóðfélagsverkfræði og ef ég kann að byggja hús þá get ég eflaust byggt hús úr tré, steypu, ég get valið mér mismunandi efni. Þannig að það eru alls konar orð notuð en allt hefur sama markmið og mér hefur fundist þessi atburður í Salem og hvernig síðan var sett rannsóknarnefnd hvernig þarna koma fram öll einkenni á einu gettói
og þess vegna eru þið sem eru að kalla eru að hatast út í múslima og þeir sem eru að hatast út í gyðinga eða hatast út í kristna eða þeir sem eru í hatri eru í raun bara að gera sjálfum sér verst yfir höfuð og þeir sem eru að kalla annað fólk gyðingahatara því það er að fjalla þjóðamorð og stríðsglæpi það er fólk sem bara er ekki alveg með á nótunum sko og aðhyllist heimskuna sem er alveg fólki velkomið, það er trúfrelsi og ef fólk vill tilbiðja heimskuna þá er það frjálst sko. En ég ætla að reyna að forðast það allavega. En það er óbærslega merkilegt að horfa á þessar myndir og svo munið eftir rannsóknarréttinum og allt út af það var bara búið til heilt kerfi og núna erum við að keyra á þessu múslima haturskerfi á Vesturlöndum og í múslimalöndunum er þeim kennt að hata kristna og alltaf verið að reyna að fá okkur til þess að vera með múslimabrennur eða vera með gyðingabrennur eða eitthvað slíkt sko og svo þykir fólk vera svo opaslega klárt og segja þessi fáfræðingar í salem, þetta fólk var bara svo heimst sko, já einmitt það er málið, það er verið að gera út á heimsku þína það er verið að gera út á heimsku fólks og núna eru allir að eldast við að fá háskólanám og skrifa sig í skuldir fyrir lífið, þeir eru sem skuldaþrælar allt sitt líf til þess að fá uppblásna þekkingu en eru sviknir í kaupunum af því það er séð til þess að engin viska fylgi með í kaupunum sem í sjálfum sér engin lagaleg svik af því að þeir háskólinn heldur ekkert fram að hann sé að fylla fólk af visku, hann er að selja ykkur þekkingu, ekki visku þið kaupið visku hérna á Frelsi TV og minn ykkur á að styrkja mig núna þarf ég að taka við styrkja mig í PayPal reyndar, eða Bitcoin eða Litecoin út af MP dæminu en hérna skoðu þetta, ég seti þess að linka hérna fyrir neðan, horfið á bíómyndina og segið mér hvað ykkur finnst, Guð bless ykkur